Nú erum við stödd hérna í apótekinu í Hafnarborg. Það salur hér á jarðhæð hússins og þetta gamla apótekið sem var rekið hér alveg fram á miðjan 10. áratug síðustu aldar. Nú hér í þessum sal bæjarstjórnarsalur Hafnarfjarðarbæjar. Og til þess að skapa góða umgjörð í kringum bæjarstjórn að þá hafa verið valin verk úr safneign Hafnarborgar sem að sýna bæinn, sem að sýna Hafnarfjörð í gegnum augu listamanna. Nú við ætlum að renna yfir verkin sem eru hér í þessum sal og fyrst langar mig að nefna verk eftir Jón Hróbjartsson sem er verk frá því fyrir stríð, verk sem að sýnir í raun og veru yfirlitsmynd yfir bæinn eins og hann var þá, skemmtileg mynd þar sem að í forgrunni í raun og veru óbyggt svæði hér fyrir utan bæinn og síðan sjáum við húsin kúra við Hafnarfjörð. Nú, í safni Hafnarborgar eru verk eftir marga helstu meistara íslenskrar myndlistar. Og næst eru það 3 listamenn sem að settu nú aldeilis svip sinn á 20. öldina. Það eru verk eftir Hörð Ágústsson, Nínu Tryggvadóttur og Gunnlaug Scheving. Nú þetta eru allt saman verk sem að sýna byggðina í Hafnarfirði, þó hvert með sínum svip. Myndir bæði Harðar og Gunnlaugs eru nú tiltölulega fullar af smáatriðum og jafnvel hægt að þekkja húsin sem á þeim eru, á meðan mynd Nínu leikur sér á mörkum þess að vera abstrakt og húsin eru uppleistari í forminu og náttúran og byggðin í raun og veru renna meira saman í eitt. Næsta verk sem ég langar að sýna ykkur er verk eftir hana Gretu Björnsson. Og þið tóku kannski eftir því verkum Nínu, Harðar og Gunnlaugs að það eru svona bjartir litir, en í verki Gretu þá eru litirnir alls ekki bjartir. Það eru dökkir litir og það er drungalegur dagur í Hafnarfirði í verkinu hennar. En það má glögglega þekkja bæinn með kirkjuna fyrir miðri mynd. Nú síðan koma hérna 2 litlar myndir eftir Eggert Guðmundsson og síðan eftir Gunnar Hjaltason. Og þær eru nú kannski svona dæmigerðar litlar teikningar og grafík af húsum hér í bænum og það eru til margar slíkar myndir í safni Hafnarborgar og margar þeirra eru notaðir hér úti í stofnunum bæjarins til þess að skreyta almannarýmið. Þá taka við 2 myndir eftir Pétur Friðrik Sigurðsson. Í fljótu bragði þá virðist þetta vera sama sjónarhorn sem við erum að sjá. En fyrir þá sem þekkja vel til Hafnarfjarðar þá sjá þeir strax að þetta er ekki sama kirkjan. Annars vegar er þarna Fríkirkjan og hins vegar Þjóðkirkjan sem við sjáum svo aftan á og sjáum út á fjörðin. En þetta eru mjög skemmtilegar og svona glaðlegar myndir og lýsa vel bæjarbragnum hér í bænum fyrir svona 50 til 60 árum síðan. Þá kemur hér mynd eftir Jón Þorleifsson. Þessi mynd hún tengist Flensborgarskóla og kom úr eigu fólks sem tengist Flensborgarskóla. Enda sjáum við að skólinn er algjörlega fyrir miðri mynd og í öndvegi þarna. Og hvernig hann rís upp af hamrinum og í raun og veru eykur áhrif náttúrunnar á umhverfið. Hér eru síðan 2 litlar myndir, önnur eftir hana Erlu Stefánsdóttur og hin eftir Árna Elvar. Mynd Erlu sýnir kirkju hérna í Hafnarfirði sem böðuð í einhvers konar guðlegu ljósi og mynd Árna sýnir Siggubæ, bæ sem að margir Hafnfirðingar kannast við og er núna varðveittur á vegum byggðasafns Hafnarfjarðar hér rétt fyrir utan Hellisgerði. Nú en þessar myndir sem við höfum verið að sjá hérna, þetta eru flest málverk, teikningar eða grafík og frá því svona fyrir 1980 allar þessar myndir. En það er ekki þannig að myndlistamenn hafi hætt að fást við Hafnarfjörð eftir því sem tíminn leið. Heldur taka við nýjir miðlar. Og hér erum við að lokum með 2 verk, ljósmyndir. Annars vegar ljósmynd eftir Spessa frá árinu 2006 sem var tekin hér út á Völlum þegar framkvæmdir þar voru í sem mestum ljóma, maður getur sagt sem svo, og sýna mjög vel þessa rikugu stemmingu sem var þar í aðdraganda uppbyggingarinnar. Og síðan að lokum eftir erlenda listakonu Astrid Kruse Jensen sem dvaldi í vinnustofu Hafnarborgar árið 2004 og vann þessa áhugaverðu seríu álfabyggðina í Hafnarfirði. Og þá fór hún með álfakort hennar Erlu Stefánsdóttur sem við sáum mynd eftir áðan bæinn
og leitaði upp í staði þar sem álfar búa og tók myndir af þeim og hér sjáum við 2 slíka staði. Nú, þessi stutta yfirferð hún gefur ykkur smá innsýn í þann safnkost sem að Hafnarborg varðveitir og hvernig honum miðlað til bæjarbúa og stundum hægt meiri sig að fá að koma hingað í apótekið og skoða þessar myndir en á meðan það ekki gert þá hægt að njóta þess að horfa á þetta myndband hér.